Þá er komið að búa til töflu 2 í verkefninu. Við staðsetjum bendilinn hérna fyrir neðan, höfum 1 endimerki tómt á milli og veljum Insert valmyndina Table. Nú getum við ekki valið fjölda línana hér niður, það eiga að vera 2 dálkar með 15 línum. Þannig til að ná því þá veljum við hér Insert Table og getum hér sett inn þann fjölda sem við viljum. 2 dálkar og svo 15 línur. Og svo veljum OK og taflan fer á milli spásía. Nú á að sameina línur 1, 2 og 9. Þá byrja ég á því að velja bæði hólfin í línu 1, vel hér Table Layout og Merge Cells. Þá er ég komið 1. Hér getur svo bara valið líka í línu 2 og ítt á F4 til að endurtaka síðustu skipun. Ef þið eru á fartölu þá er það funksjónhnappurinn á F4. Og svo er það lína 9 líka. Veljum hana og veljum Merge eða hægri mús og síðan eigum við að sameina, sem sagt línurnar þessar hér í 3 til 8. Sameina línur 3 til 8 og hafa úr því 1 dálk, þannig að við veljum hér Merge Cells. Þá erum við komið 1 hólf hér og það sama á að gera við línu 10 til 15 hér vinstra megin og veljum hér Merge Cells. Hægt er að velja tilbúið útlit á þessa töflu. Til að gera það þurfum við að velja alla töfluna hér, velja krossin hérna eða 4 augun í efra vinstra horninu, velja hérna Table Design og hér undir þessum lista er alls konar tilbúið form sem við gætum nýtt með algjörlega ráða hvað litið er notið, skiptir engu máli og við ætlum að velja hérna til dæmis þetta, þið getur valið eitthvað annað, skiptir engu máli. Þá er að skrifa inn textan í hólfin og þið gerið það og þegar við erum komin með textan þá skulum við móta textan aðeins. Við ætlum að hafa hér í fyrirsögninni fyrstu aðeins stærra letur, 12 punkta letur og líka hér í þessu hér og 12 punkta letur hér. Nytjafiskar í hafi átti að vera hérna hjá mér. Stækkum það líka og getum feitletrað þennan texta hér. Þessi er feitletraður. Og svo getið þið svolítið leikið ykkur með þetta. Veljum hér alla töfluna og við ætlum að setja bil á undan og eftir töflunni. Undan og eftir öllum texta í töflunni. 2 punkt á undan og 2 á eftir. Þá lítur þetta svona út. Við ætlum síðan að velja töfluna, hafa hana valda og við ætlum að velja að miðja eða réttara sagt vinstri stilla textan en hafa hann miðjaðan í hverju hólfi. Þá fer þessi texti hér sem hann næri yfir þessa línu hér hann miðjaður og svo framvegis hér líka. Við getum við feitletrað. Við ætlum hins vegar að hafa fyrstu línuna, ætlum að hafa hana miðjaða og örlítið að hækka línuna. Þannig að við getum togað, ef við farið hér á milli línuna, þá getum við togað hana aðeins niður og miðjum lárétt og lóðrétt í hólfið. Annaði vinstri stillt í hólfið. Ég ætla líka að stækka örlítið letri hér, já það var komið. Þá ætla ég aðeins að mjúka töfluna, toga hér í neðra hægra hornið á töfluna, lítill kassi sem myndast þar. Þannig ég mjúka hann örlítið og svo ætla ég að velja alla töfluna og miðja hana núna á milli spásía. Ef ég er með þennan hérna bendil valinn og vel þá get ég miðja hann á milli spásía. Mætti þess að vera aðeins mjórri en skiptir samt ekki alveg öllu máli, bara þetta passi nokkurn veginn í hólfin.
Og þá komið að því að merkja töfluna fyrir töflumiða. Þá veljum við alla töfluna hér og veljum aftur hérna núna References, Insert Caption. Nú kemur sjálfkrafa tafla 2 hinn og undan var númer 1. Athugið vel að ef að þið fáið ekki miðan tafla hér, að þá þurfa að búa til nýjan miða og gefinni heiti tafla. Ef þið eru með ensku heitin bara, þá búið til nýjan fyrir íslenskt nafn tafla. Og þarna ég komið miðan númer 2, set hann inn, set svo hérna tvípunktinn og set inn textan nokkrar tegundir fiska. Tafla 2 tilbúin og lítur svona út.